Þetta Ammassalik á Austur-Grænlandi í apríl. Hér höfuðstaður Tasiilaq héraðs sem nær yfir óralanga austurströnd landsins. Í öllu héraðinu búa aðeins 2800 manns og þar af 1500 í bænum. Ammassalik miðstöð ferðaþjónustu á Austur-Grænlandi, líflegur og snotur bær sem rís á myndrænum stað á smáhæðum við fjöllum prýddan flóa Óskars konungs. Grænland stærst allra norrænna eyja, 2,2 milljóna ferkílómetra völundarhús, fjalla, íss og fjarða, bústaður 55.000 manna. Aðeins 500 kílómetra milli Íslands og Grænlands þar sem styst Flogið héðan til Kulusuk allan ársins hring, en þyrlur notaðar innan héraðs. Flugleiðir fljúga til Kulusuk frá Íslandi en Grænlandsflug tengir völlinn við Ammassalik og nokkra aðra staði, auk grænlensku alþjóðaflugvallana í Narsarsuaq og Straumfirði. Þennan dag mikið að gera á Kulusuk-velli og gestir bíða þyrluferðarinnar til Ammassalik, Þjóðverjar, Bretar, Bandaríkjamenn og Íslendingar. Þyrlur þörfustu þjónarnir í flugsamgöngum Grænlendinga því að engir vegir tengja byggðir landsins. Þyrluferð á Grænlandi mikið sjónarspil vegna stórkostlegs landslags og alls íssins sem ljær útsýninu framandi yfirbragð. Ammassalik var til upp úr 1894. Samþjöppun byggðarinnar og breytt lífsmynstur á Austur-Grænlandi hefur valdið mikilli fólksfjölgun þar á skömmum tíma. Nú víða aðeins eyðibyggðir eftir á 1000 kílómetra langri ströndinni. Bærinn iðandi af lífi, nýtískulegur og íbúarnir afar vinsamlegir. Ammassalik að sjálfsögðu stjórnunar- og verslunarmiðstöð Austur-Grænlands. Í Tasiilaq héraði 7 þorp eða byggðir. Í bænum sjúkrahús, barnaheimili, verslanir, banki, pósthús og söfn innan litrík timburhús sem einkenna hann og reyndar alla byggð í landinu. Höfnin lokuð 8 mánuði árs vegna ísa. Auk verslunar, fiskveiða á sumrin og smáiðnaðar stunda margir veiðar á veturna. Veiðimennirnir nota hundasleiða til þess að komast út að ísjaðrinum á sjó úti og þar veiða þeir seli, rostunga og jafnvel hvali. Þessar veiðislóðir engu líkar og sjá fólki ekki einungis fyrir fersku kjöti heldur og skinnum til skinnaiðnaðar. Ein helsta miðstöð ferðaþjónustunnar hótel Ammassalik sem stendur hátt í bænum. Hótelið notalegur staður. Og útsýnið óvenjulega glæsilegt. Á hótelinu einnig prýðisgóð matsala með kjarnafæði. Og þá ekki hvað síst þegar ekta grænlenskt hlaðborð á í hlut, sannkölluð veisla fyrir auga og munn. Veðurfar síðla veturs og á vorin nokkuð stillt og skiptast þá á langar og kyrrar heiðríkjur með sól í heiði og þokudagar eða snjókomur. Meðalhitinn í apríl 2 stig undir frostmarki en hámark 13 stiga hiti. Þótt grýlukerti hangi á ufsum hlýtt og notalegt innandyra.
Ferðamönnum stendur margt til boða í Ammassalik. Að öðru ólöstuðu eru hundasleðaferðirnar vinsælastar, enda mjög gaman að vagga mjúklega og næstum hljóðlaust á vit grænlenskrar náttúru sem er engu lík og skynja hvernig fólk hefur lært að lifa og ferðast við þær aðstæður. Það jafnast fátt á við svona dag og svona útsýni. Skíðaíþróttin er vinsæl í Ammassalik. 400 metra löng tólifta í miðjum bænum er í fullum rekstri og endalausar fjallaskíðaslóðir í nágrenninu. Kjósi ferðamenn hraða og átök, í stað ljúfrar hundasleðaferðar standa snjósleða til reiðu. Í stuttum eða löngum leiðangrum aka menn yfir hafþök af ís, fram hjá borgarísjökum og inn í fjallasali Ammassalik eyjar. En annar kostur er útsýnisflug með þyrlu inn til fjalla og jökla og yfir hafísinn. En ef til vill vilja ferðamenn heldur ganga í ró og næði til fjalla og undrast einsemd og stæðileika hinna grænlensku tinda undir heimskautasólinni. Eða klífa 1000 ára gamla borgarísjaka og reyna góðar gönguskíðaslóðir allar trissur. Í Ammassalik blómstra listir og handíðir. Í gömlu kirkjunni er listamiðstöð málara og útskurðarmeistara. Hinn forna list að skera túbílakka úr beini og tönnum eða styttur úr tré og talkusteini er í góðu gildi. Sama er að segja fíngerðan og litríkan perlusaum sem er þekktur af þjóðbúningum grænlendinga. Í gömlu kirkjunni er líka safn gamalla muna og sögusafn staðarins. Á skinnaverkstæðinu haldast gamlar hefðir og nýjar aðferðir í hendur. Þar eru búnir til fallegi skinnskór, veski og fatnaður, einkum úr selskinni, svo eitthvað sé nefnt, og eykst framleiðslan á ári hverju. Í handíðamiðstöðunni hjá upplýsingamiðstöð ferðamála getur að líta vandaða vöru allstaðar úr Tasiilaq-héraði. Þegar heimskautasólin hnígur til viðar er kominn tími til að taka þátt í grænlenskri veislu innandýra á hótelinu. Matur og drykkur kætir menn og þá ekki síður forn grænlenskur trommudans þar sem saman fer listin að segja sögur og að stríða gestinum góðlátlega svo hláturinn dynur. Úti er myrkur og kuldi þar sem ómar trommunar berast í næturstillum Ammassalik í hjarta Austur-Grænlands þar sem þú ert innilega velkominn.
Sumarið opnar nýjar víddir í Austur-Grænlandi og allt hefur annað yfirlit. Ríkjandi hvítur litur á landinu víkur fyrir grænum og bláum litum og nýtt útsýni opnast. Ammassalik hristir af sér vetrar yfir höfnina en risastórir ísjakar á flóanum minna samt á vetur konung. Nú ríkir miðnætursólin frá í maí fram í ágúst og það hlýnar umtalsvert og yfir 20 stiga hiti ekki óalgengur. Að vísu þykir sleðahundunum það býsna mikið, en mannfólkið fagnar. Sumarið hvíldartími hundana eftir 8 mánuða strit við að draga sleðað til veiða, til fólksflutninga eða til að skemmta ferðamönnum. Þá má alltént liggja á meltunni og píra augun í sólinni. Göngufólkið þykir Austur-Grænland hreinasta gósenland á sumrin, enda mikið úrval af gönguleiðum jafnt sem skipulögðum gönguferðum. Til dæmis vinsælt að skoða Blómadalinn umvafinn fallegri norrænni flóru með vötnum sínum, lækjum og vatnsföllum. Á sumrin mikið að gera við höfnina í Ammassalik eftir 8 mánaða lokun vegna hafísins. Litlir fiskibátar á sífelldum þeytingi meðan sumarbirtuna nýtur. Birgðaskip koma langt að með nauðsynlega vörur, allt frá ávöxtum og kjöti upp í byggingarefni og vélarhluti. Við munum mörg þumalfingursregluna að 1/9 hluti borgarísjaka standi jafnan úr sjó. Það þykir oft mikið þegar siglt þétt upp að þessum risum á báti Hótel Ammassalik, Tímik. Mörg þessara bákna úr 1000 til 2000 ára gömlum jökulís og hinn reyndi Kelly skipstjóri sýnir þeim tilhlýðilega virðingu. Farþegarnir eiga ógleymanlega ferð, en þarna meira að sjá en aðeins borgarís. Eftir nokkura klukkustunda siglingu meðfram eyðiströndinni komið að lítilli byggð, Ígatek. Hér búa 7 fjölskyldur árið kring og lifa af veiðum, verslun, án nútíma þæginda. Hér tilvalið að fara í land og kanna lífsmátan á hjara veraldar, þar sem einu vetrasamgöngurnar á færi hundasleða. And I think, I suppose around 5 degrees inside the houses was very normal. Hér fallegt og hér býr gestriðsið fólk. Unnt að fara í margra daga ferðir í hrikafögrum óbyggðum Ammassalik-eyjar og þá að ræða gönguferðir með allan útbúnað og leiðsögn. En til þessa hafa ekki allir tíman í áhuga og kjósa heldur auðveldu leiðina, þyrluferð. Á örskots stund getur þyrlan borið mann til dæmis upp á Mittivakat-jökuli með útsýni inn á óravíðáttu meginjökulsins eða þá inn yfir feiknastóra borgarísjakana sem síga sína leið á haf út. Hér í undralandi norðursins sannarlega margt óvenjulegt að skoða. Ammassalik býður ykkur velkomin, jafnt sumar, vor sem vetur. Allah